Jæja, ég stóðst ekki mátið þegar mér var boðið það að prófa nýja Land Rover Defender 90, þá varð ég eiginlega að stökkva á það. Ég veit að við erum búin að taka hinn Defenderinn áður, en þetta var gott tækifæri til að segja nei við. Ég hef svona pínu erfitt með að skilgreina fyrir hvern Land Rover 90 bílinn er. Þú sennilega ekki að fara að selja konunni það að þetta sé fjölskyldubílinn. Það sem þetta er 90 útgáfan, þá er þetta stutt útgáfa og hann er bara 2 dyra. Það er lítið pláss í skottinu og að komast aftur í er svolítið vesen. Ef þið ætlið að ferðast með börn í þessu bíl, þá er sennilega best að börnin séu svona farin að klifra og klöngra sjálf, því að það er náttúrulega ekkert mál fyrir lítið fólk að klifra aftur í. Sennilega þá er þetta bíl fyrir dellukalla. Og þegar ég segi dellukalla þá meina ég kalla sem eru kannski að vesnast á einhvers konar crosserum eða fjörhjólum eða snjósleðum eða eitthvað svoleiðis. Fyrir það er þessi bíl alveg fyrirtæks. Ef þú ert að leita að einhverjum svona alvöru sport utility vehicle, þá er þetta sennilega bílinn sem væri flottur í það. Svo eins og ég talaði áður, þá er þetta Land Rover, þannig að allt er virkilega fallegt hérna inni. Infotainment systemið, aftur fallegu logoinn, einfalt að finna út af. Þetta er bara eitt best hannaða kerfi sem að finnst í dag, held ég. Hefur það aðalega bara með það að gera hversu vel og fallegt allt lukkar. Svo er svona hlutir eins og bakmyndavélinn og frammyndavélinn, þetta er allt svona í ultra HD og virkilega fallegri skerpu, sko. Ég geti verið að nota myndavélina til að mynda það sem ég er að gera. Það er það HD, þetta er ekki eitthvað svona low-res dæmi, mjög gott. Svo er náttúrulega urmullinn allur af USB og USB-C og AFG og alls konar hleðsluportum. Það eru hleðsluport í þessum bíl út allt. Það er bara erfitt að finna ekki stað í þessum bíl þar sem þú getur verið að hlaða einhvers konar tæki. Þú ættir ekki að vera í neinum vandræðum með það. Og hérna inni er heldur ekkert svona hvað maður segja, svona flíils svart efni. Það er ekkert sem að skilur eftir fingraför. Þetta er allt svona mjúkt og gott efni. Í þessum bíl erum við með 6-cylindra 200 hestafla dísilvél. Og það finnst að þetta er engin 4-cylindrar. Það er svona dýbra á kraftinum og torkið svona grípur mann dýbra í maganum svona. Maður finnur ekki fyrir einhverjum svona turbóm að þjösnast að koma einhverjum 4 cylindrum áfram. Þetta er bara alvöru kallmanns 6-cylindra vél. Ég er að fíla það. Ef ekki bara vera sammála um það að lúkkið á nýja Land Rover Defenderum, að það er bara alveg topp. Það er bara upp á 11 finnst mér. Mér finnst það svo hrikalega flottur. Það er svo mikið presence á honum. Hann er svo mikið in your face og hann er bara hrikalega flottur. Og eins og þessi, hann er í svona hvítu trimmi með allir svörtu, hann er alveg bara úff. Ég hugsa það að þegar ég kaupi mér svona bíl, og ég segi þegar, að þá ætla ég að hafa hann svona hvítan með svörtu trimmi. Mér finnst það óbóðslega töff.